Já, komið sæl og blessuð og verið velkomin í Game Theory, en núna erum við félagarnir að spila Ni no Kuni 2. Ólafur er búinn að spila hann leik helling reyndar. Já, þáttu mikið. Ég vissi ekki að þú gætir spila leik svona mikið. Já, ég er komin sko bara, ég er rúmlega bara 20 tíma, ég held að séu 50 tíma samt leikurinn sko. Þannig 50 tíma? Já, en ég er komin inn í svona helsta í leiknum og ég verð að segja það að þetta er leikur. Svona, ég ætla bara að koma með bara spoiler með hvað ég kem til með að gefa honum sko. Þetta er bara einn skemmtilegast leikur sem ég spila mjög lengi sko. Ég er ekki mikið að detta inn í svona japanska leiki. Það er eitthvað svona við á, það er þessi það er náttúrulega oft sérstök grafík og það er rosa mikið talað og svona eitthvað. En hérna erum við staddið bara í byrjun í konungsríkinu en svona söguþráðurinn gengur út á hérna erum við Evan sem er þessi, þetta er drengur sko. Þetta er hann? Þetta er hann. Það er bara með svo kattæru og ég veit nú ekki hvað það er sem er að gæjast niður til skikkjunni en ef ég væri hann þá fengi ég mér nú aðeins síðari skikkju. Það er sælir, er það bissa? Þetta er bara svona spenntur að sjá mig. Akkur þarf þú alltaf að fara með þetta þangað? Fara með þetta þangað, þetta er skott. Hún er hálfur köttur sko. Hann er hálfur köttur, þetta er hann. Og hann í byrjun þá hittir hann þennan hérna sem heitir Roland. Og hann er forseti sko Bandaríkjanna í nútímanum eða svona kannski í framtíðinni. Og hann einhvern veginn varpast inn í þessa vídd. En Evan hérna, gaurinn hérna í miðjunni, hann er búinn að missa konungsdæmi sitt. Hann var konungur í landinu og gengur leikur út á það að ná konungsveldinu tilbaka. Og það sem við erum komið núna í leikinn, það sem ég er búinn að spila í 20 tíma, að þá er Evan búinn að safna hérna fullt af gaurum bara með sér í hérna svona partí sem er að hjálpa manni. Og svo er þetta bara svona roleplay-leikur með það að því sögðu að þú veist, það er náttúrulega bara svona real-time bardagar sem ferðin og við förum að spila yfir það eftir. Svo er þetta líka bara svona taktíska bardaga, það sem hún sér svona eiginlega yfir vígvöllin og það er þetta svona rótera svona hvað herdeildi þú vilt setja fram og meira svona í strategy-leikjum. Og svo er þetta líka svona base building. Og við skulum byrja á að kíkja kannski á það því að nú er sko Evan búinn að setja upp svona nýtt konungsveldi af því hann ætlar náttúrulega að ná völdurum sínum aftur og kallar það Evermore og þarna er hann komin inn í það. Það sem maður getur gert í því, að það er svona þetta bara eitt hluta af leiknum, að maður getur hérna eru peningar sem maður hefur verið að ná í coffers, það sem maður bara, þú veist... Safnast þetta bara over tíma? Já, safnast saman, já. Ég get nú haft 5.000 coins inn í coffers en svo náttúrulega uppgreita maður kingdomið, það er bara level 1 núna og styðst ég get gert það. Svo ertu með stores, það eru bara svona geymslur í kingdom, það sem allt sem er framleitt er sett inn. Og svo ertu með citizens og það er rauninni það sem þú ferðu. Það er í fullt af side missions í leiknum og þar færðu, ef þú hjálpar þeim að klára side missionum, þá gerast þér citizen hjá þér. Og núna til dæmis til að geta uppgreitað kingdom í level 2, þá þarf ég 25, ég held að ég komið 15. Þannig að ég þarf að fara að leysa fullt af sidequest. Og þetta er bara alls konar skepnur sér, þetta er hundar og... Já, þetta er mjög teiknimyndalegu leikur, það er hérna gömul kona og þessi er bara eins og Jóta og hérna fullt, hérna köttur sem er komin stundu. Þetta er mikið kattadæmi, sko. Já, ég fíla það. Svo eftir með research og þá getur þú researcha vopn, þú getur researcha galdra og alls konar svona hluti og það kostar bæði mannafla og pening og svo getur þú verið að fara inn í hverja svona facility, þetta eru byggingar það segir með. Þannig að þú getur farið til þess að Evum og Spellworks og þá er það bara, þú veist, hérna verið að þróa galdra. Hérna er með 3, þú veist, starfsmenn, þú sér það þarna og sumir 0, þú veist, ég ætla að fara að finna fleiri og svo er þið mishæfir til að sinna störfunum, sko. Svo get ég farið inn í þetta facility, hérna eru 3 starfsmenn og ég get haft það alveg upp í 6 ef ég eign levelið á því og það er bara personal, sér þið bara þú veist hverju þetta eru sem eru að vinna þarna og svona kostina. Species dogfolk. Já, þetta er mjög flott sko. Þetta er mjög flott. Og svo ertu þetta með research og getum við farið í það og svo getur við level up facility til að geta gert meira. Þannig að þetta er bara einn hluti af leiknum og svo er það bara þannig í rauninni að maður getur farið hérna inn í að return to town, að þá spilast það líka svona lítill skauður sem bara þvælist svæðið og þá er svona mappi svolítið svona zoomað verulega út og þá ertu bara, þú veist, að þvælast og getur verið að berjast til svona wandering monsters eins og hérna og bardagakerfið í honum er í rauninni þannig þegar segjum bara að við förum hérna og ráðumst að hérna. Þú að leika núna eitthvað svartara? Af því að ég er með hann sem svona party leader sko. Það geta verið 3 í partíinu sem taka það til bardagunum og þeir eru bara svona real time bardagar. Svo veist að mæta einhverjum kvikindum, getur bæði verið svona mílivopn sem þetta skjóta eins og hérna og svo getur bara vaðið beitt í þetta frekar kvikindi sem eru frekar slög. Já, þetta er bara svona wandering monster sem er dettur inn. En þetta er bara svona real time bardagi. Svo ertu með þessi litlu kvikindi sem eru þarna hoppandum að þau hjálpa þér í því að þau detta inn og geta hjálpað bardagan. Nú svo er önnur leið til að berjast í leiknum að það er að fara í svona
ævintýri og þá fer maður meira í svona eins og bara svona strategy-leikur og þá maður búinn að safna sér gegnum leikinn nokkrum svona herum og þeir geta verið, þú veist, bogamenn, svona einhverjum riddarar, við erum með vopn og ýmislegt fleira og hérna sér maður bara, þú veist, svona yfirlitið við mappið og maður getur bara vaðið í þetta eða hent í alls kyns svona upgrade til að bæta gaurana og hérna til þess að fara að berja bara einhverju rottu, sýnir mér. Já, record check. Já, og hérna bara mæti ég bara með mitt lið og það sem ég get gert er að, þú veist, þetta eru herdeildan sem ég valdi. Ég get valið 4 herdeildir inn og ég bara að meta eftir bardagann hvað ég vil hafa. Og hérna get ég rótitað hver ég vil hafa sko, sem frontmenn, skilur, og svo veður maður bara í þetta. Og hleypar þú bara áfram allan hér? Já, svo getur maður bætt í hann sko, og hérna fyrir upp í vinstrótinu þannig military might og það er rauninni bara hvað mikill kraftur svo getur við að brjóta hérna niður varnirnar hérna með þessu. Svo get ég haft hérna bogamennina hérna framalega og þá get ég látið þá bara gera árás svona úr vera með reynst þegar það skjóta og taka það þannig út, svo get ég sett hérna sverðböruna hérna fremst og bara vaðið inn í hópinn. Svo er hérna special attacks hérna hægra megin, þá get ég ítt hérna fyrir bruna og þá kemur eitthvað hérna flugvél og bara stundar að finna yfir hópinn og setur að það er breykt. Þannig að þeir eru 780 eftir 450 mæl sko, ég veit bara í þetta er ekki erfitt sko, þannig að ég er stútaði. Þannig að þetta er, þú veist, bæði svona ríldabardagar, þessi bardagar og svo er þetta hérna, hvað maður að segja, að byggja borgina og konungsveldi. Nú, svo er það bara þannig að hérna, já, það er nú eitthvað smá vissum að það er ekki alveg búið. 3.650. Já, þetta er aðeins, þátti vittan gýri, aðeins og hlutur á mig þarna. Þannig að ég vil ákveða að hafa það. Ég ætti að finna það rosalega herinn sko. En þú veist, herinn er að sjá þú ert hérna Já, ég þarf að stýra og ég þarf að ákveða hverja framlínumenn ég vil hafa. Fyrir utan það? Já, þeir sjá að stýra? Já, og svo fá þeir náttúrulega bara að levela þessu upp og svona eins og gerist. Þannig er einhvern hamstur sem ég þarf að taka út hérna og það er ekki hverju degi sem að tekur hamstur. Já, og hérna er þetta bara, þú bara veður í þetta hérna að taka út, já, við erum að keyra hann á hann eitthvað eftir það, sérðu? Búin að taka hann niður. Bara minnst ekki eitt kall og þeir Nei, þetta er svona wandering bardagi. Svo verður það alltaf mjög erfiðir og leikurinn getur alveg verið mjög erfiður. Þannig að það er rauninni þessi hérna hluti sem hérna eru og við tókum að gera þetta, leysa þetta. Gerðum þetta þér. Þannig að rauninni, svo gengur leikurinn bara það, alltaf að vera að bæta á sig experience points eins og gengur hérna role-playing leikjum. Hvar farið quest og svona? Quest farið inn í bæjum og svo er náttúrulega bara eitt svona stórt storyline. En núna til þess að ég stopp í storyline því ég þarf að fara með Kingdomið upp í 2.0. Og hérna er mappið í leiknum, þetta er svona bara nánasta mappið hérna og maður getur farið út út hérna og svona, hvað þetta er, fast travela líka. Og meira sé að koma með bát eins og sér hérna á miðjumappinu þar sem maður getur farið á milli og svo er þetta heimurinn hérna. Og það sem gerist er að ég þarf að fá til að koma sér að rifa í sjónum og ég þarf til að komast yfir hana, það er næsta verkefni, þá þarf ég að fá eitthvað svona bát sem getur eitthvað flogið. Þannig að það er bara, ég er ekki með allt til að gera það. Og svona til að sýna líka bara, þú veist, það er bara að sýna að þú getur verið svona, þú veist, svona yfirlits bardagar og real-time bardagar og svo getur þú líka farið inn í bæi. Og þá ferðið inn í, hérna er þetta svona Casino Town, eitthvað svona spilavíti og þar getur þú farið inn og þar er þetta að fá fullt af sidequest, þar er bara gaurar sem eru að biðja að hjálpa sér og koma sér að gera citizen hjá þér. Og þeir eru inn í bara, þarna getur þú farið og lent í allskyns og þá bara lappar getur þú talað með þetta góður. Já, þarna eru búðir, getur verið að kaupa þér allskyns vopn og brynjur og svona og þetta er inn í bara, þú veist, þetta er mjög flott sko. Tónlistin góð í þessu, skemmtilegi karakterar og svona. Þessi grafík er mjög skemmtileg. Hún er mjög skemmtileg. Alltaf öðruvísi. Já, hún er eitthvað fáránlega litrík og þetta er, ég veit ekki hvað þetta er, svolítið svona World of Warcraft. Þetta er svolítið svona, þú veist, svona litadýrð og flott finnst þið ekki það? En mér finnst þetta mjög flott. Mjög flottur leikur. Ég segi ekki World of Warcraft, en mjög flott. Já, þetta er mjög flott. Svo hérna, þannig að maður getur bæðið þetta. Svo kannski kerfið í leiknum sem þetta fer svona eftir hérna, eins og equipment and skills. Það er rauninni bara, þetta er valmyndin. Þetta getur valið bara, þú veist, það getur allir verið með þrjú svona melee-vopn og eitt svona ranged og svo getur þú valið hérna eitthvað skór og þetta er allt mjög einfalt. Svo bara skiptir á milli kalla hér. Svo partíið, það er rauninni bara þetta eru gaurinn sem þú getur haft í partíinu. 3 efstu, þeir eru þeir sem berjast með þér. Svo getur þú skipt á milli og svo eru þetta litlu gaurinn sem hjálpa þér á vígvellinum í real-time partíunum. Það er hérna hægra megin og þeir eru með mismunandi. Þeir geta gefið þér hérna health, þeir geta ráðist á óvinni með einhverju, gert hérna melee attacks sterkari og svona ýmislegt. Þannig að þeir eru bara að hjálpa til. Svo er items, það er bara það sem maður er búinn að safna í gegnum leikinn.
og þetta getur maður keypt og selt og svo framvegis. Quests, það náttúrulega bara hefðbundna questi sem ég söguþráðinn og svo svona sidequest. Gráða sem þú ert búinn með það? Já, gráða það sem ég er búinn með, svo sé sem maður er búinn að taka þess á því og þetta sérðu, ég er búinn að gera eitthvað þessar 20 tíma. Svo tactic tweaker þá getur maður að fara inn og eitt svona points í að gera til þess að maður fái lútið á eitthvað sérstakann hátt. Eða maður sé öflugri gegn ákveðnum óvinum. Þannig að þetta er svona stikur sem þú getur fært til. Þannig að maður fær svona battle points. Og svo getur maður bara að laga þetta the forces sem þú notar í strategísku bardögunum stóru og þá getur ég valið þetta er allt mismunandi bardagaurar sem ég hef. 2 svona sverð, 2 svona með hamra og svo er með byssu og boga. Og svo er levelið á þeim og svona. Þannig að ég get í rauninni skipt á milli og hent út og bætt inn og svona. Þannig að eftir hvað bara henta bardagann getur verið með allt bogamenn bara, til dæmis, ef ég er með taka eitthvað svaðalegt skrimsli sem ég vil ekki fara á nálægt. Þú náttúrulega stjórnar eða hvort þið farið nálægt eða ekki, þú getur látið að hlaupa bara burt. Já, þannig að þú veist, þetta er Ni no Kuni svona kannski í hnotskurn. Það er nóg að gera. Já, það er nóg að gera í leiknum, þú veist, þetta er mjög fjölbreyttur og skemmtilegur leikur, milljón svona auka karakterar og líka karakterar í aðalsögunni. Aðalillmenni er náttúrulega búið að yfirtaka konungsríkið og þú náttúrulega reyna að ná því tilbaka og það er maður að byggja það upp bara hérna er aðal konungsríkið og maður stækkar það eftir því sem á líður. Það er talað að það sé svona cirka 50 klukkutíma að spila leikinn. Ég myndi segja að grafíkin er bara upp á 10, mér finnst það ótrúlega heillandi og flott grafík. Mjög svona, þú veist, gamla að segja teiknimyndagrafík, hreyfa svona fluid og vera svona mikið cutscenes sem komir á milli sem að leiða sögun áfram, sérstaklega að klára hvern kafla, þá kemur alltaf bæði endaatriði og upphafsatriði í hverjum kafla. Og tónlistin er bara fín, hún er svolítið svona kannski þreytandi þegar á líður. Þetta er alltaf svona sömu lúpurnar í lögunum, en er samt svona þægileg. Þetta er stundum eins og að vera bara nuddstof. Þú pælir ekkert voðalega mikið í henni þannig? Nei, ekki þannig. Þetta er bara svona að róa maður niður og það er bara svona mjög þægileg og hentar vel í þetta. Karakterarnir er skemmtilegir, interesting og gameplayið er mjög fjölbreytt eins og þú sást. Þannig ég held að þessi leikur kom mér mjög skemmtilega óvart. Ég spilaði ekki Ni no Kuni 1, ákvað að prófa þennan og svolítið hæp í kringum hann og ég hef bara ekki getað sleppt hendina á hann. Já, ég segi 20 tíma fyrir þig, ég er bara ég er að fara að klára hann sko. Þetta er leikur sem ég ætla að hafa on the side, þegar maður er að spila fullt á öðrum leikjum, svo þægilegt að detta inn í þennan, taka nokkuð side quest og bara svona, þetta er svona rólegu sunnudagsleikur, þannig ég mæli með honum, ég ætla að gefa hann 9 af 10, þetta er svona leikur sem ég bara dýrka svona leiki og síðast þegar ég fékk hennar feeling það var Final Fantasy 7 og ég var svo spenntur fyrir honum, ég var með amerísku útgáfu að spila í evrópsku sjónvarpi, þannig að fólk þekkir þetta ekki í dag, en ég spilaði hann í svarthvítu, hann var ekki litur í því. Og það var mjög grófri grafík, en ég lét mig hafa að spila í gegnum hana því hann var skemmtilegur. Þannig að þetta er minn heimavöllur. Þú ætti að gefa 9 af 10? Já, 9 af 10. Þetta er bara að því að mér finnst það svo skemmtilegur. Þetta er náttúrulega allt öðruvísi, ég fíla það. Já, þannig að Ni no Kuni 2, ef þið viljið prófa eitthvað öðruvísi, fjölbreytt og eitthvað sem endist manni bara liggur við bara árið, ef maður er að spila hann svona smá skömmtum, þá mæli ég með Ni no Kuni 2 sem var að koma út á PlayStation 4. Lítur vel út.